Komið sæl, við höldum áfram með föstudagsþáttinn héðan úr Pakkhúsinu á Akureyri, en þau eru sest hjá mér Benni og Telma sem leika í uppfærslu Leikfélags Akureyrar á Lísu í Undralandi. Velkomin. Takk. Hvað segir gott? Allt rosalega gott. Mjög gott, já. Það þekkja flestir söguna Lísu í Undralandi, allavega svona einhver leyti. Er ykkar uppfærsla einhver leyti eitthvað frábrugðin sögunni? Já og nei. Þetta svolítið svona flókin saga að setja á leiksvið. Þetta svo mikill töfraheimur. Þannig að við þurfum að sleppa sumu, breyta ýmsu öðru og bara færa það eins og alltaf með alla bækur. Maður þarf að breyta forminu yfir í gera það leikhúsformi, þannig að sé svona, hvað segir maður, leikbært á sviði, sko. Það náttúrulega, já, Undralandið náttúrulega ekkert svona sérstaklega, hvað ég segja, það engin svona línuleg saga beint. Nei. Það getur einhvern veginn allt og ekkert gerst þar og við erum einmitt búin að vera svona, hvað sögur erum við að segja? Þurftum að stoppa okkur þessi gær og fara svona í gegnum það, þú veist, hver boðskapurinn? Jú, það alls konar boðskapur eiginlega út allt. Og okkur finnst líka pínlítið skemmtilegt að Undralandi standi bara fyrir einhvern veginn ótæmandi möguleika á ævintýrum og útkomum einhvern veginn. Að það sé ekki fyrirfram gefið hvað þessi heimur býður upp á. Þú leikur Lísu í Undralandi. Já. Allt í lagi, ég bara, talið þið bara saman. Ég fara bara á eftir. Þú leikur Lísu, hvernig hefur þið gengið að túlka þetta hlutverk? Ég held að mér hafi tekist bara nokkuð vel til, sko. Ég ætla ekki að segja neitt. Já, hálfum Benni, kom í stíl. Já, Jú. Er það ekki? Jú. Já. Mér finnst hún mjög skemmtileg og fyrst náttúrulega bara, þú veist, varum að læra texta og læra sviðshreyfingar og svo núna maður svona aðeins að átta sig á karakternum, þú veist, og möguleikunum á honum, eða henni Lísu, þú veist, hvernig bregst hún við? Hún bregst ekkert endilega við eins og fólk gerir flest, því hún svolítið sérstök. Já. Og ég myndi eiginlega segja að Undralandið, það svolítið svona eðlilegur heimur fyrir hana og meðan raunveruleikinn, hann dálítið á skjön við það sem að henni finnst einhvern veginn. Hún virðist að mörgu leyti passa betur inn í Undralandið. Já. Í raunveruleikunum þá væri hún með greiningu Já, í raunveruleikunum væri búið og skólakerfið væri að reyna að flokka hana. Já. Og það svolítið eins og mögulega þau getur, sko. Já, það kannski svolítið sagan okkar að reyna ekki að skilja fólk. Nei, leyfa bara að vera eins og hún er. Já, og reyna að leyfa raunveruleikunum að vera svolítið stærri og fjölbreyttari og þú veist, það svona meira, einhvern veginn. En hattarinn? Hattarinn? Já. Hvað með hann? Hvernig er hann? Er hann með greiningar? Klíkaður! Já, hann með alltaf minnstakosti eina greiningu, en minnstakosti 10. Já, hann bara klíkaður. Hann bara klíkaður? Já. En hvernig ganga æfingar? Er þetta samheldinn hópur? Gengur ykkur vel að vinna saman? Já, mjög vel. Mjög vel. Og það farið að styttast all svakalega í frumsýningu. Já. Eruð þið komin á góðan stað? Gengur ykkur vel? Haldið þetta fari ekki? Já. Þetta hefur gengið allt rosa vel, sko. Núna erum við bara svona vinna í tækninni og það sem gerist baksviðs. Þess að það heilmikið leikrit líka. Já. Og það eiginlega svona ótrúlegt hvað við hópurinn erum á góðum stað. Já. Við þekktumst fyrir. Já. En ég og Pétur Ármanns og Brókan, sem er leikari og koreógrafur, hún er koreógrafur. Við þekktumst ekki neitt. Fyrsta skipti sem við hittust þá bara búum við saman. Já, einmitt, þið búið öll saman í einhverju kommúnu. Hvernig gengur það? Var það ekki dreift á hvort öðru? Já, það upper deck and lower deck. Við höfum líkt þessari sambúð við Titanic. Það eru brjálið írarnir og neðri hæðinni, drikkveldir og áværir.
og vaka alla nóttina á meðan að ég og Sigríður Sunna sem sem sagt leikmynda- og búningahönnuður sýningarinnar. Þið eru í tedrykju og öðru. Við erum í tedrykju og tánuti og Leið sér ljóð fyrir hvort annað. Jú. Það er sem sagt Selective Poems of Sylvia Plath er alltaf á sófaborðinu okkar og það eru svona blóndu gardínur í gluggunum og Við á neðra þilfari hristum hausinn og En eru þið eitthvað að mála stelpurnar á efri hæðinni? Nei. Nei. Góð hugmynd. Munum þetta. Ha? Paint me like one of your French girls. Ó, já, halló. Hvað, við veitum ekkert hvað gerist í frumsýningapartíinu, sko. Nei. En það er bæði söngur og dans og bara eiginlega allt í þessu leikriti. Eru allir jafn vígir í öllum listformum þannig hjá okkur? Hvernig gengur það? Ótrúlegt en satt. Já. Er það? Já. Það er eiginlega, ég myndi alveg algjörlega segja það. Það geta allir sungið. Það geta svo sannarlega allir hreyft sig. Já. Og ég minna, þú veist, dans þarf náttúrulega ekki að vera eitthvað svona ákveðið fyrirfram, ákveðið form, sko. Það getur verið ýmislegt. Tólkið það með hver með sínu nefi. Já. En já, þú veist, það er alltaf, við erum alveg mjög fær og jafn hópur, sko. En komum við okkar eigið inn í þetta, sko. Ég held svona að það sé verið að spara rósið fram yfir frumsýningu, en ég hef heyrt að pískra á göngunum að það séu allir bara frekar ánægðir með okkar framstöðu. Já. Já, ok. Það er gott. En ein spurning. Þið eru bæði að sunnan. Já. Hvernig finnst ykkur að vera komin til Akureyrar? Kemur þessi spurning. Já. Svarið vel. Ég er með svarið hérna einhvers staðar. Nei, mér finnst það frábært. Já. Mér finnst alveg frábært að vera hérna. Og ég kem úr smábæ. Ég er ekki að kalla þetta smábæ, ég kem frá Grindavík sem er algjör smábær, sko. Og það er eitthvað svona rólegheit yfir Akureyri og ég fíla það gott að vera hérna, gott að vinna hérna. Já, mjög svo. Það er náttúrulega dásamlegt að vinna þar sem að vegalengdirnar eru 10 metrar. Já. En Við búum sérst mjög nálægt leikhúsinu. Já. Það líka, já. Þannig að það kemur sér vel svona þegar maður sefur yfir sig. En já, Akureyri er náttúrulega bara fyrir það fyrsta rosalega fallegur staður. Og ég er svo glöð að sjá svona stóran bæ, þú veist, sem hefur haldið öllum fallegu gömlu húsunum sem voru byggð fyrir 150 árum síðan. Já, einmitt. Og mér finnst það að vera rosalega mikilvægt að svona viðhalda þessari gömlu fallegu mynd og leyfa þess að vera svona, svolítið svona ævintýralegu þorpi þar sem að öll húsin eru ólík og í ólíkum litum og Undraland. Já, þetta er svolítið undraland á Akureyri. Og líka dásamlegt að vera þegar, þú veist, allt fyllist af snjó og þegar það er stilla. Það er búið að vera heilmikil stilla en svo reyndar að hafa aðeins komið vindhviður. En já, það eina kannski sem að ég sakna er fleiri staðir þess að dansa á. Já, ég rak með það þegar ég fór á Pósthúsbærinum daginn að ég hefði alveg viljað velja annan stað. Við klippum þetta bara út úr. Bara þetta er sprengisvæði. En það er frumsýning í næstu viku, er það ekki? Já, föstudaginn. Föstudaginn, er einhverju lausir miðar á hana? Ég held ekki. Ég held ekki. En það er fullt af fleiri sýningum í boði. Já. Fullt af þeim. Og bara að gera að tryggja sér miða, ekki satt? Já, og líka bara, þú veist, þetta er brjálæðislega fyndin sýning. Og þeir sem eru búin að vera að horfa á okkur eru búin að liggja í kasti. Og það eru fólk, 35 plus. Já, og þetta er bara fyrir þetta er ekki bara barnasýning, þetta er fjölskyldusýning og þetta er líka fyrir, þú veist, fullorðna og allt svo leiðis. Og dýr. Og dýr líka. Vel tamin dýr. Já, alin. Uppstoppuð. Komið uppstoppuð dýr. Við hvetjum bara alla til þetta. Gæludýr, það getur komið gæludýr. Við hvetjum alla til þetta. Ekki heimilist, ekki kýr og hunda og ketti. Þannig að bara allir sem vettlingi geta valdið, dýr og menn, að tryggja sér miða á Lísu í Undralandi hjá Leikfélagi Akureyrar. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik.